Já, nú bara stórleikur á morgun, það sjálfur Evrópumeistararnir. Já, það spennandi. Þetta bara eitt af bestu liðum í heimi og það lendi í 3. sæti á HM fyrir 2 árum. Evrópumeistarar í fyrra. Þetta bara geggjað að fá að mæta sig fyrir svona sterkt lið. Það gaman, já, fyrir ykkur með ykkar öfluga lið að fá að máta ykkur aðeins við þér? Já, klárlega. Þetta bara geggjað að fá að spila við svona rosalega sterkt lið og við ætlum bara að mæta trilltar og við ætlum ekki að gefa neitt eftir. Og svona aðeins búin að hrista af ykkur gærdaginn? Já, þetta var mjög svekkjandi og við langaði að vinna, við erum alltaf búin að vinna, ég veit ekki, síðustu 10-12 leiki og svekkjandi að tapa svona með einu, við erum töpuð með 16 í fyrra á EM, en það var, við skildum það eftir bara í gær og léttar í dag. Og náttúrulega áttalega úrslit á heimsmeistaramótið, þetta er náttúrulega annað skiptið í röð sem þessi árgangur nær því, það er náttúrulega stór áfanga fyrir bara kvennahandboltann. Já, klárlega. Við erum bara að stíga þétt og jafnt upp og bara að vera betri og betri og við sjáum bara kvennahandboltann á Íslandi finnst mér vera bara alltaf bæting og vonandi erum við bara eftir nokkur að komin á þetta svið með A-liðið líka. Þannig að nú bara að skilja allt eftir á morgun og sjá hvort að það dugi ekki til þess að komast í undanúrslit. Já, nákvæmlega. Við ætlum ekki að gefa neitt eftir og bara berja þessa Evrópumeistara.